Og áframhaldið með föstudagsþáttinn. Þær eru komnar til mín Harpa og Svava og þær eru söngfuglar. Velkomnar. Takk fyrir. Takk. Heyrðu, þið ætlaði að vera með tónleika á Svalbarðsströnd. Hvenær? Mikið rétt. Við ætlum að vera með tónleika í Svalbarðskirkju 16. maí. Já. Það er á 5. í næstu viku. Já. Klukkan? Klukkan 8. Og þið eru kannski, maður veit ekki að þið séu að syngja svona, en það gerðist hvað á Þorrablótinu núna í ár, að fólk bara vildi meira, ekki? Jú, við lentum saman í Þorrablótsnefnd. Já, eins og gengur, þegar maður býr í sveit. Jú, Já. akkurat. Og við bara svolítið smullum saman líka, sko. Já. Þó við séum nú ákaflega ólíkar persónur, þá einhvern veginn bara smullum við. Hafið þið verið að syngja mikið? Ég hef alltaf verið að syngja af og til, sko, í gegnum árin. En ekkert mikið, sko. Þannig að þið þurftu aðeins að setjast niður og æfa ykkur? Já. Mikil ósköp. Þetta er mikil vinna. Já. Að mikil vinna að pródúsera svona tónleika, bæði að æfa það sem er alltaf að syngja. Já. Og að kynna það. Og við erum einstaklega þakklátar að fá að koma í þáttinn og tala ánægjulegt að fá ykkur. Já. Og svo er með ykkur önnur, það er þriðja manneskjan í hópnum. Já, þetta er svona, þetta er náttúrulega svona heimatilbúið á ströndinni og það er ung kona sem heitir Embla Björk Jónsdóttir. Og er bara mjög ung, bara 17. Hún er 17 ára held ég. Það er bara nýskriðin upp úr grunnskólanum á Svalbarðseyri og maður var orðinn vanur að heyra hana syngja. Alltaf á vortónleikum og ég held að ströndungar sakna þess að heyra henni. En nú geta þær komið og hlustað. Já, við ákváðum. Hún ætlar að vera með ykkur. Hún ætlar að vera með okkur, já. Og hún er hæfileikarík og kraftmikil. Og ætlar hún að spila undir líka núna eftir eða hvað? Já. Ristó verður með okkur á tónleikunum. Ristó Lár. Já. En hún ætlar að grípa inn í og spila undir núna. Og gaman að segja frá því að ágóðinn af tónleikunum, það kostar nú ekki mikið inn, en þið ætlaði að nota peningana í að gera hvað? Að styrkja hljóðfærakaup fyrir kirkjuna. Við tókum eftir því þegar við fórum að æfa í kirkjunni að hann er heldur rýr kosturinn, lítið og eldgamalt rafmagnspíanó. Þannig að við ætlum að gefa sveitungum tækifæri á að styrkja þennan sjóð. Það kostar 1.500 krónur inn á tónleikana og allur ágóði af þeirri innkomu mun fara í sjóð fyrir píanókaup fyrir kirkjuna. Svo verður söfnunarbaukur líka ef að fólk vil láta enn meira. Ef fólk verður ennþá örlátara. Já. Frábært. Og hvað haldið að vanti þá bara píanó eða píborg eða hvað haldið að þurfa að kaupa? Sko, mér skilst að það sé bæði tvennt í umræðinni. Já, ok. En við vorum meira að hugsa píanó þannig að það sé hægt að nýta kirkjuna á þennan hátt fyrir svona kannski aðeins óhefðbundnari kirkjuviðburði. Hvaða lag ætlaði að taka fyrir okkur hérna? Við ætlum að syngja Óð til vorsins og syngja Víkivaka. Já. Með nú, viðeigandi á meðan það snjóar út í maí. Já, nákvæmlega. Heyrðu, takk kærlega fyrir, gangi ykkur vel á tónleikunum, 16. maí. 16. maí, 5. í næstu viku. Og bara, hvað fær maður að miða? Klukkan 8. Bara mætið. Bara á staðnum. Með posa eða? Nei, engin posa. Koma með reiðufé. Koma með reiðufé. Takk kærlega. Takk fyrir að koma í þáttinn og gangi ykkur vel og við fáum að heyra núna Víkivaka. Já, takk fyrir. Takk. Sumarilinn vindar leiða, draumalandið himinn heiða, hlær og opnar skautið sitt. Vorið kemur heimur hlýnar, hjartað mitt. Gakk þú út í græna lundin, gáðu fram á bláu sundin, munda það er stutt hver stundin, stopult jarnestindið þitt. Vorið kemur heimur hlýnar, hjartað þitt. Vorið kemur heimur hlýnar, hjartað mitt.
allt hið liðna ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma, sólskinsdögum síst má gleyma, segðu engum manni hitt, vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt.